Þú ert að hlusta á 2 kalla. Hér eru þeir, Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Sælasur. Jú, komið sæl og blessuð. Við biðjum okkar diggustu hlustendur afsökunar á því að þessi þáttur er viku of seinn. Já. Það er spurning hvort það sé eftiráskýring eða raunsæðismat að við ætlum að hryggja okkar allra hörðustu með því að vegna Anna hjá okkur báðum þá verður þessi gleði gefin út aðra hverja viku. Já, allavega einhvern tíma, sjáum til. Já, hérna Það er brjálæði að gera. Já, það er brjálæði að gera, sko. Ég er reyndar hræddur við þetta, sko. Já. Að fara í aðra hverju viku. Já, heldur þessi upp á endinum. Já, ég óttast það. Já. En Kemur ljós. já, ég meina það fyrir bara eftir hvort að fólk vilji meira. Ef við höldum áfram að fá meðbyr á hérna mingu líkunar því. Já, já. En sko, það má kannski líka segja frá því. Já. Jú, þetta kannski hryggir og særir okkar 1%. Já, En ég er búin að heyra svolítið af því sko frá prósentunum þar á eftir já, að það fólk á bara einhverja 5 eða 10 þætti eftir og það bara kemst ekki yfir þetta sko. já, það Þetta er náttúrulega bara rúmu klukkutíma á viku og hvaða fólk hefur tími í það? Sko, annarkvort ertu að hlusta á hlaðvarpið ekki. Nei, Ég ætla að segja, já, ég bara segi það. Stundum ertu bara að hlusta svolítið á hlaðarpinu sko. Já, ég meina þá bara er það þeirra vandamál, það er ekki okkar. Allavega, þá fekk ég svona eitthvað, hvað með að hafa þetta bara aðeins sjaldnar? Hvað með að hafa þetta bara einu sinni í mánuði? Eitthvað svona, kannski svolítið lítið. Já, kannski 2 einu fresti. Já, kannski, það er þetta brjóðlega að gera. Bla, bla. Og við bara, já, við erum í hálfgerðu rugli. Þú ert að starta öðru verkefni og ég er að fá allt og mörg verkefni og kenna og ég veit ekki hvað. Já, herðu, Heyri, segðu mér svolítið. að segja þér svolítið. Já, er það ekki? Ok, eitt svolítið fyndið. Ok. Ég Er þá pressa sko að ég hlægi? Já. Það er í alvegni, þetta er erfasta sem ég lendi í. Ég geði merkið þá mátlega. Þetta er erfasta sem ég lendi í. Þegar einhver segir mér, herri, ég heyrði eitt rosa fyndi í gær. Og þú veist ekki hvenær þetta finna kemur. Nei, og ég bara, nei. Ekki segja mér það. Mér mun ekki finnast að fyndið. Ok. Já, allavega segja mér það. Það er hérna, því að nú kom ég hérna setna en þú ert búin að vera hérna að ljósa mannast og ég veit ekki hvað. Græð að gera. Ég hleyp hérna að sko ég er með svona eitthvað, það er eitthvað við bara hvernig ég er víraður. Okay. Ég man tölur alveg svona, það er eiginlega svona sjúklegt hvað ég man tölur vel. Ok. Manstu bílnúmer á bílnum mínum? Hef ég skoðað það? Þú ert ekki myndaði? Sko það 8-4 er í því. Það er enda rétt, já. Það ekki? Jó. Ég man ekkert stafina, ég man bara tölur sko. Já, þú ert náttúrulega ekkert að vinna með stafi. Ok, Nei. já, sorry, halda áram. Og ég vinn ekkert með stafi. Og það er sem sagt, fyrir þau sem ekki vita, þá er svona takkaborð hérna niðri til þess að komast inn og opna sér sjálfvirka dyr með þar til gerum 4 stafa kóða. Jú. Og svo ítir maður á leinitán. Ég man alltaf hann kóða. Reyndar, þegar ég var ekki búin að nota hann heil lengi, þá spurði ég þig svona eitthvað löryggis, þú sendið mig kóða, hann virkaði ekki og ég bara eitthvað, nei býtu, þetta er ekki rétt hjá hann var svona og stimpla hann inn og þá ég hef ekki notað hann í 4 mánuði eða eitthvað og það var rétt. En það var ekki pointið í sögunni. Pointið í sögunni er, ég man alltaf kóðan núna. En það eru svona 2 svona nömpadar, já. Ég man aldrei hvotn ég á að nota. Nei, og ég er ekki að grínast, ég hef aldrei byrjað á réttum. Ég íti alltaf á kóðan á vitlausu svona takkaborði fyrst. Vá. Og svo bara, það er hinn. Og þá ger ég sama kóða á það takkaborð og það opnast. Og nú er þetta komin svona 5-6 skipti í röð
og það sem ég hef hugsað bara eitthvað, hvernig getur ekki muna hvor það er og svo labba ég að þessu og í þessi tilfelli hljópi að þessu og hérna bara, ok, ég er alveg vissum að það er þessi fyrir neðan og svo ég er að segja þetta núna þá man ég ekki hvort það er þessi fyrir neðan eða ofan. Ha? Nei, ég bara man það ekki og ég bara, það er þessi fyrir neðan, ég er alveg viss alveg pottitt þessi og það var ekki hann, það var hinn. Sko, já, ég og, man hvernig getur þú munað einhvern fjörast á að kóða? Já, Ekkert mál, já, bara rifja hann ekki upp í einhverja mánuði mannstann, en mannst ekki hvort þú ætti að gera þetta upp eða niðri. já, ég mitt man sko, ég man ekki kóðan Nei. ég man bara munstrið sko, Já, þannig að og ég man efri og svo man ég munstrið en, er efri? Það já, svona- er efri Ok, ég held í alveg að vera neðri. þannig að efri og svo munstrið en ég get ekki sagt þið núna alveg eins og ég skrifaði þér Já. ég skrifaði vitlaust Já. af því að ég var að reyna að muna munstrið Víxlaði tveimur stöðum. já, Já. þetta er merkilegt Þetta er eitthvað skrítið, sko. já, Þarna er eitthvað, sko, en sko einhver vír í hausnum að mér rosa flottur já, og svo svona einhver sem ætti að vera bara í, bara hjá eðlugu fólki rosa flottur, hann er bara eitthvað, nei, Já. glimtu hugmyndinni. já, og það er öfugt hjá mér sko það er spurning að við getum víra okkur saman einhvern veginn að hvað myndi gerast á hlaðvarp, tveir kallar Superhuman, já, tveir kallar. heyrðu, Þess vegna þurfa tveir kallar sem eru podcast að vera tveir. akkurat sko, ég held samt að þú myndi segja mér í þessu svolitlu Já, að ég sá þumalputtana þér já, ég stilla að segja frá því. og þetta er sko fáranlegt Já, já, ég er stór slasaður þú ert á með, báðum þöfalpöttum. hvað í veröldinu varst að gera? Sko, þetta er lúðalegasta slís sem ég hef lent í. Þetta eru einhvers konar blöðrur Já, ég fekk sérst blöðrur á báða þumalputtana og sérst þar sem að, þú veist, fingrafarið er, já, skilurðu. Þetta- bara í alvörinni ég Það á get ekki að vera hægt að fá blöðru þarna, á sko. báðum megin Já, ég var sem sagt ég var í pottinum ok, og þetta er svona mjúkur pottur og það er svona dúkur í honum, svona Já, mjúkur dúkur já. og hann krumpaðist eitthvað. Já. Það gerist stundum þegar maður er að láta vatn í hann og það ásæðist að sletta svona úr þessu áður en allt vatni kemur. Vatnið er, þú veist, nokkur 100 kíló samtalskilur og er rosalega þungi og þá getur krumpan í rauninni, það getur að brotna skilur, það getur komið svona skemmt. ok Þannig ég bara eitthvað, var onni í pottinum og var eitthvað að slaka, sko. Bara anskotin, ég þarf að ná þessari krumpu en úr maður. Þannig að ég fer að nota þumalputtana og svona nutta þeim svona eftir dúknum að svona Vá. slétt og það er ógeðslega erfitt af því að hvílir á þessu rosalegu þungi. Þannig ég var svona bara svona rembast svona og það tókst og þetta tók mér svona 10 mínútur að ná krumpunni alla leið út í enda og þá get ég, þú veist, svona slett úr þessu öllu saman og áverði eins og það átt að vera. Svo bara hallaði mér aftur og svo bara djöfull mér illt í puttunum eftir þetta maður. Og þá bara, þú veist, ég gæti ekki komið við neitt í 2 daga wow. og svo kom einhverja rosa blöðrur og núna er önnur sprungin og ég, þú veist, ég bara handla maður. en sko, Ótrúlega kallmannlegt að lendi þessu, slétta dúk já, og fá blöðrur. hérna Það er svo vanur svona að vinna í höndunum, sko. já, hérna, sko nú veit ég að þú ert með þennan pott á litlum svölum, eða ekki? Nei, þetta er á stærri svölum 17 fermetrar. já, allavega, þetta er á svölum Já. sko, nú veit ég að ég má ekki vera með pott fyrir utan hjá mér af því að það er bílakjallar undir Já. en þú mátt vera með þetta á svölum ég skil ekki Ég alveg er með lókikinn. heilt hús undir, sko. Þú veist að húsið er svolítið þungt. já ég hef líka stundum pælt í þessu Einu sinni var ég að pæli, já, hvað ætla jörðin sé þung með öllum húsunum já, versus ekki með öllum húsunum. já við erum alveg að detti eitthvað rugl við erum alveg, klukkan er náttúrulega of mikið Þarna á spurningin að vera hvaðan kom efnið sem fór í húsin. nei, ég fór bara að hugsa þetta ég fór bara að hugsa þetta líka Ég sérst, einhvern tímann þegar ég var að kenna þá spurði ég krakkana þessu, hvað haldið þetta sé mörg prósent af þyngd jarðarinnar, bara öll húsin. Og sum svörin voru kostuleg, sko, örgla svona 10%. Hús eru þung, sko. hérna, ok, sko nei, ég samt er að hugsa, sko af hverju ég má ekki hafa pott það hlýtur að vera sterkara gólfi hjá mér heldur en svalirna þínar Nei, nei, þú, sko,
það sem er svolítið merkilegt við hennar bílakjallara er að sko jarðvegurinn og nánum, þú veist sem að trén hann að fara í, þetta er bara pínu lítið þetta er mjög grunnt alveg bara svona astnalega grunnt sko. Sást til dæmis, þið tóku hana eina flís, hvað heitir þetta, hellu eina hellu upp, af því að vera aðtöða hvort það sé að leka og ég horfði á að gera það og af því að ég er hann bara beint úr ofan, þannig að ég horfði svona niður og gæti séð nákvæmlega hvað að gera það er bara pínu lítill jarðvegur undir þessu og þá er þið bara komnir á þakið á bílakjallarinu þetta er bara ég veit ekki hvað þetta er svona glórlöst bara 15 cm eða eitthvað samt þykkar örugglega en svalirna hennar nei, það er steinsteypa og svo kemur einangrun og klæðning og þetta er bara fyrir ofan sko, þetta er fyrir ofan borðstofuna hjá mér í rauninni já, þetta er þannig þetta er gott útvarp svo kom allar hæðinar eftir það fyrir neðan ég fór að pæli sko þegar ég var að pæli sem potti og hérna og eitthvað, ég mætti ekki sko vera með ekki fá svona potti samt, þú drullar sko, þú stútar að þumalputtanum á þessu já, ég fæ bara því að slétta úr dúknum þegar hann er farið að krumpast það finna mér eitthvað svona sléttuna tæki já, hérna ég fór að hugsa sko þú veist þetta, jálunni klukkan er náttúrulega að vera, hún er farin að ganga ellu eins og að myndi segja jú, og hún er sko, hún er að vera hálfveldu sko, hún er langt gengin ellu já, hérna þá fór ég að pæla sko bara segjum að kæmu 100 manns í heimsókn og við myndum hrú okkur inn í bara baðherbyggið og hoppa eða bara vera það, skilur myndi það bera okkur Þú bara að hrynja niður nei, ég alveg, af hverju þú veist, er ég alveg gert ráð fyrir því bara 3 í hver herbyggi, passa ykkur nei, ég er að tala bara við myndum bara, ég veit það ekki bara kemur valtar inn í húsið, skilur þú veist, burðarþol heitir þetta já. Þú veist, hvað er gert ráð fyrir að það megi ég held að sé ekki gert ráð fyrir að sért með valtara inn í þér ok en það er alveg gert ráð fyrir að þú geti boðið 100 manns í heimsókn í veistlu sko já, en að þau fari öll inn á klósett í einu komist eiginlega ekki þar inn fari bara svona eins og í trúðabíl bara tróða sér öll inn á bara alveg bara, já það er ekki þyngd í 100 manns segjum þetta séu all bara 100 sinnum 70 kíló þetta er ekki nýtt nei, ég er bara að pæla, sko maður er bara alltaf eitthvað að pæla góð pæling ef það er einhver burðarþóls og byggingaverkfræðingur sem að getur hjálpað okkur að reyna út hvað komast margir inn á baðherbyggin okkar bara endilega senda okkur línu á 2 kallar á Instagram sko, eða í nýja umræðahóknum okkar á Facebook fáum umræðu burðarþól bygginga baðherbyggja og hvað má ekki en líka ég er ekki að sætta mig við það að sko með ekki vera með pott því að hann ég meina hvað ætla hann sé, hann er kannski 1,5 fermetri og þyngdin á honum hvað ætla þetta að taki 400 lítra ætlar að bara hafa ekkert pláss á þessu verundin það er ekkert pláss þú ert með eitthvað pizzabakstus hot já, það er bara hann í hotninu ég veit ekki hvað og 27 blómaker það er nú bara í þessu sem er á stærð við baðkar hvert er það? Ég má ekki taka það að því einhver kall sem að bjóða til sagði bara þetta á alltaf að vera svona óþólandi allavega, ég myndi taka þessi ker setja pott í staðinn og svo getur verið í pottinum á meðan að baka pítsur nei, bara eftir það nei, þú veist, í alvörunni af hverju með þessi fokkin blómaker vera þarna, sko, eru þung þau eru örugglega svona 500 kíló já, farið í eitthvað já Eitthvað dagsins Eitthvað dagsins er burðarþol baðherbergja á Íslandi nei, alvöru? Já, þvílík tilviljun wow. Eitthvað dagsins er kvikmynd sem heitir The Matrix já. Stórmynd vísindaskáldskapur frá árinu 1999 ein stærsta og vinsalasta mynd þess tíma sló aðsóknar met og er enn þann dag í dag mjög vinsæl þetta er svona köld mynd
og þykir samt óháð, hún er ekki svona köld af því að tæknibrellin er svo lélega núna, þú veist, þetta er ekki þannig, þetta er bara svona, hún þykir í alvörinni góð mynd, sci-fi mynd en þann dag í dag, 27 árum eftir frumsýningu. Hún fekk fern Óskarsverðlaun og braut blað í tæknibrellum. Það var meira þess að fundin upp sko ný svona kvikmynda upptöku tækni til þess að ná ákveðnum senum sem að bara hafði aldrei verið gert á þér. Það er bara eitt sem er svona staldra við núna. Já. Æsispendur sko. Já. Það er þetta máltæki hérna að brjóta blað. Já. Þú veist. Já. Að brjóta blað. Þetta er svo hérna þetta er svo tilþrifalítið. Ekki þetta er sverð. Að brjóta blað. Hnífur. Heldur það að sé verið að tala um það? Ég hef aldrei pælt í ráðtildingi. Hnífsblað. Að brjóta hnífsblað í kvikmyndasögunum. Nei, er það nokkuð? Ég veit það ekki. Veist, brjóta blað, bara tekur pappir og brýtur hann. Það er ekki mjög... Af hverju segir þetta? Vitt, brýtur blað í kvikmyndasögunni? Þetta er bara... Ég held að þetta sé efni í umræðuhóðnum okkar á Facebook. Nei, bara pæling, sko. Pæling. Góð pæling, ein pæling. Og sko... þeir sem að eru skrifaði fyrir myndinni sem handritshöfundar og leikstjórar voru á þessum tíma The Wachowski Brothers meira það fólk seinna. Þetta fjallar hann Neo hefur alltaf fundið á sér að það sé eitthvað gali við heiminn og eða þá hann passi ekki alveg inn í heiminn, að heimurinn eigi að vera öðruvísi en hann er og þarna úr þessu kemur til dæmis þetta með rauðu pilluna sem við höfum fjallað áður í þættinum mannkvelið eða manosphere. Já, einmitt. Kalla internetið og hvernig var þetta aftur og hún hjálp mér að reyfa þetta upp. Það er sko ef þú tekur rauðu pilluna þá sérðu heiminn eins og hann raunverulega er. Var það ekki pælingin í þessu mannspjörn? Minni það sko. Þá sérðu að heiminum er stjórnað af konum og þú verður ekki, þú veist, þú svona vaknar til vitundar hvernig hlutinir virka í alvörunni. Minni það. Nánar þetta líka síðar. Á tímabilið þá vildu handritshöfundar og leikstjórar breyta Neo í konu. Og það voru sem sagt samræður við Söndru Bullock að leika, voru kona langt. Í staðin fyrir hann Keanu Reeves. Já. Og þá hefði þeir einu þetta endurskrifa hlutskið smá, af því að þá er aðalpersonan orðin kona. Og Sandra Bullock beilaði og það var hætt við þetta og þau sko töluðu við Will Smith að vera Neo, hann vildi ekki og þau töluðu við Nicolas Cage hann vildi ekki, þannig að við sátum uppi með Keanu Reeves sem nú reyndar fýtt gæi skils mér. Kirkjan hefur reynd að eigna sér þessa mynd sem er svolítið áhugavert og þá er sem sagt hugmyndin að þetta sé rauninni svo líkt upprisu Jesú Krists að rauninni þarna sé Neo sé sko frelsari mannkyns. Það hefur skrifað töluvert mikið þessa mynd svona og að hún sé allegóría eða tákn saga fyrir þetta allt saman og upprisu Jesú Krists og það allt. Ég ætla ekki að fjalla það en ég ætla að fjalla þessa mynd sem allegóríu eða táknsögu fyrir svolítið annað og það er trans. Út af því nú hefst sögustund að áður nefndir leikstjórar / handritshöfundar sem voru titlaðir á þeim tíma The Wachowski Brothers eru 2 transkonur. Í dag eða þá? Í dag. Hafa náttúrulega alltaf verið transkonur en voru á þessum tíma í, þú veist, kallabúning, voru ennþá í kallagerfi
þegar þær ásækir skrifa myndina og verða frægar sem tveir kallar en eru báðar transkonur og heita Lily og Lana Wachowski. Þetta áhugavert. Þetta styrlað sko og ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, þetta hefur nefnilega farið alveg bara svona furðulega lágt. Ok, hvað þetta er merkilegt sko. Út af ýmsu og komum nánar um það. En sem sagt hún Lily, ég horfði á viðtal við hana þetta og hún segir bara fullum fetum The Matrix er allegóría yfir það að vera trans. Nei? Jú. Holy. Og Lana, systirinnar, hefur svarað spurningum í viðtölum sem renna stóðum undir það að hún sé algjörlega sammála. Og þá förum við aftur í þetta sem ég var að tala um áðan. Neo hefur alltaf fundið á sér að það sé eitthvað galið við heiminn eða hann passi ekki alveg inn í heiminn. Heimurinn eigi að vera öðruvísi en hann er. Heimurinn í hvað að segja, falski heimurinn í The Matrix, hann er svona binary heimur. Hann er bara, það er annarkvort eða það er alltaf þetta 0 og 1 0 og 1. Þetta er bara, þú veist, það er bara tvö kyn, þú veist, þetta er allt þessi heimur. Hún, sem sagt, Lily talar um að þetta fjallar meðal annars og hún svona slær þann varnagla, hún segir sko, þú veist, það er erfitt að meta, hún segir eitthvað, ég er pínu umorða, úr viðtalinu, hún segir sko, það er erfitt að meta nákvæmlega hvað var fullkomlega meðvitað hjá okkur, hvað var í rauninni við að vera í skápnum og svona að díla við tilfinningar sem við áttum mögulega ekki orð yfir þá. Hún orðar þetta svona einhvern veginn á þennan hátt. En hún segir, kynáttunarvandi eða gender dysphoria er þema í gegnum myndinar og náttúrulega, þetta er þríleikur sko, þetta eru 3 myndir og byrju, það var eitthvað hugmyndum að 4. ætti að koma út, ég veit ekki hvort hún kom út en allavega 1 er aðalmyndin sko. Ég vissi ekki eins og væri 3 ár. Þess að myndi 2 og 3 voru skotnar eiginlega sama tíma, kom út bara með örfára mánaða millibili. Okay. Það minnir að númer 2 hafi verið nokkuð vel heppnuð, selt vel en ekki 3. En já, hún talar þessum nótum sko, þetta snúist að skilja ekki alveg heiminn eða sjálfa sig og vilja öðruvísi útgáfa af heiminum eða vera önnur útgáfa af sér í alvöru heiminum og þrá til þess að brjótast úr þessum tvíunda gervi heimi og öðlast frelsi. Rauða pillan táknar umbreytingu í manns rétta sjálf þegar að heimurinn sér mann eins og maður raunverulega er og maður sér heiminn eins og hann raunverulega er. Maður er ekki lengur kúaður, maður er ekki lengur haldið niðri, maður er ekki lengur fastur í skápnum. Pínu mín umorðun á nokkrum viðtölum og skrifum en þetta er svona aðal dæmið sko. Og þetta finnst mér svo sturla skemmtilegt út af ýmsu eins og til dæmis frændum okkar í mannkvelinu sem að fókusera á þetta með rauðu pilluna og við vitum ekki neitt og þetta sé allegóría yfir ýmislegt sko, og svona hafa nýtt sér þessa kvikmynd sem svona hluta af sinni orðræðu, identity og orðræðu. Rauða pillan er í Matrix is a direct allegory for gender transition and the color red was no random decision. The Wachowskis knew that red was in fact the color of estrogen pills at the time. Nafnið Premarin. Og þetta sagði hún ekki beint út en já, þetta er allavega, það er eitthvað svona skrif í gangi um netinu að þetta gæti hafi verið algjörlega meðvitað. Ef ekki, þá er þetta samt bara ógeðslega fyndin tilviljun. Þetta er bara, shit, hvað þetta er gott. Að rauða pillan tengist transitioninu sko. Og hinseginleika og holy maður. Þetta er ekki svolítið skemmtilegt? Já, þetta er bara
þú kost mér einhvern veginn svona tvöfald og óvart sko. It's all about the desire of transformation, segir hún. Ég bjóst við og myndi segja eitthvað svona og þær sjá rosa eftir því að eitthvað, en nei, þetta var bara tekin alla leið. Svo erum við með sko persónu í myndinni nummer 1 sem heitir Switch og Switch sko var alltaf hugmyndin og hún persónu skrifuð svona nokkurn veginn að þá leið að hún sko í raunheiminum hún maður en í Matrixinu hún kona. Já, hún switchar og hérna og þarna hafa talað svona eitthvað á þá leið að þú veist þetta hafi mögulega, þetta var svona einhver karakter sem að þær voru að skapa saman og svona einhvern veginn gátt ekki alveg komið kannski svona tilfinningur sínum í orð og hérna hún að segja hún Lilly sko að það svo margt sem að hérna voru ekki til orð fyrir og þá átti hún svo erfitt með að hugsa og þær systurna, þær voru rosalega mikið í einhverjum svona ímyndunar heimum. Það voru, þú veist, fullu í hérna, roleplay, þú veist, það voru D&D-spilarar, þær voru sko, hérna, ótrúlega hrifnar af anime og hinn og þessu sem þessi svona heimur, skilurðu, og svona, og náttúrulega sjálfsögðu, augljóslega, skáldskapur, kvikmynda, handrita gerð og þetta og að þetta hafi á margan hátt verið svona þeirra leið til þess að díla við að þær vissi ekki alveg hvað þær voru eða þú veist hvernig þær gátu náð að frelsast, þú veist, komast út úr skápnum basically. Og hvenær koma þær út, veistu það? Ég er með 2 ártöl í haustnum, það 2012 og 2016, ég man ekki alveg hvort var, annað hvort og önnur þeirra á undan. Ok, en hafa þið gert eitthvað eftir Matrix, eitthvað svona sem hefur slegið í gegn? Og kannski sérstaklega sem trans? Þær gerðu hérna Sense8 myndina, þær gerðu ég man ekki alveg nável. Já, þetta var ekki one hit wonder hjá þeim sko. Þetta var klárlega stærsta myndin þeirra. Já, á tímabili vildu þær breyta Neo í konu eins og ég kom á inn á áðan og hérna voru að pæla þarna í Söndru Bullock og svo má rifja upp þetta með sem hefur verið skrifað alveg rosalega mikið og meira þess að kirkjan hefur sýnt þessa mynd í fermingafræðslu á Íslandi. Já, sko með þessa hugmynd sko endurfæðinguna eða upprissu. Já, en nú og mér náttúrulega það líka svolítið fyndið ef þetta var síðan bara transallegóría. Já, en sko nú ég ekki, þú veist nú ég ekki í þjóðkirkjunni og eitthvað svona en sko það, ég finnst samt alveg áhugavert að það eru mjög samfélagslega framsæknir prestar á Íslandi í dag og hafa verið síðustu ár sko bæði í Reykjavík stór höfuðborgarsvæðinu og út á landi hér og þar út á landi en sumir á móti eru alveg og það ekki langt síðan við vorum með samvisku frelsi presta, það að segja að prestar höfðu sjálfsákvörðunarrétt hvort þeir myndu gefa saman samkynja pör eða ekki. Já, ok. Ég var að gefa saman pör þegar það var ennþá í gangi, það ekki lengri það. En það alveg rétt sér, það mín tilfinning líka að þjóðkirkjan sé búin að opnast töluvert, hvað þetta var, alveg töluvert. Og sko þetta náttúrulega fyrir áruna það kemur í rauninni nýr biskup, þá voru þessir prestar sannlega starfandi og svona framsagnir og bara mér finnst það gaman og þá einmitt, þú veist, ég var að koma til dæmis inn með fræðslu í fermingafræðslur hérna kallmennsku og eitthvað svona, þannig að mér finnst það bara áhugavert. En meira ég er bara hreins upp punktana minni, ég held að þetta sé nokkuð þegar komið, ég skrifa hérna ég var með svona pælingu sem kom bara frá mér sko að það er sko þú veist í Matrix, ég veit ekki hversu vel þú manst þetta í plottinu sko, ég gerir ráð fyrir að horta á hana. Já, ég man ekkert eftir eins og en sko þú veist, þá rauninni það verið að nýta líkama fólksins rauninni svona varma frá líkamum fólksins í sem sagt raunverulega heiminum í einhvers konar svona sem sagt knýja vélarnar og eitthvað svoleiðis
og þá fyrir ég að pæla sko, ok, rétti líkami Neo sem sagt annar staðar, hann ekki í sínum rétta líkama. Mér fannst það svolítið áhugavert upp á ykkur svona transpælingar sko, af því að þú veist hans, í alvöru, það sem hann heldur að sé alvöru lífið hans, þá hann ekki í rétta líkamannu sínum sko. Mér fannst það, ég sá ekkert skrifa um þetta, en mér finnst það alveg svona, hei, þetta ekki eitthvað point sem að þarf að tala við þar Ég misti það aðeins sko, þetta var svona hljómað eins og hérna þegar við vorum að tala um hérna teleport og eitthvað. Já, ok. Annað sem að hún sagði, hún Lily, að það hefur mjög margt transfólk talað við hana og þakkað henni fyrir eftir að þetta kom út í rauninni og sagt að jafnvel að myndirnar hafi bjargað lífið þeirra. Já, ok. Þannig að í einhverjum kima trans samfélagsins þetta líka í rauninni köld mynd út af allt öðrum ástæðum og hún köld mynd fyrir öðrum. Vá, þetta svo áhugavert Haukur. Þetta virkilega gott eitthvað. Svo erum við hérna sko The Matrix films are about being transgender, the trilogy's co-director says blah 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 blah, that was the original intention but the world wasn't quite ready segir Lily Wachowski og við erum að tala um sko þetta handritshöfundar, það semja allt og það leikstýra öllu. En þær kannski sjálfur voru ekki tilbúnar eða hvað? Vissu að þær væru konur? Hefur það komið fram? Eða voru það bara að díla við að eins og ég hef heyrt sem transfólk tala um að það væru eins og liðins og það væru geimverur og eitthvað svona, þannig að þær voru kannski að díla við þetta. Já, sko Lily tala klálega þannig í þessu viðtali að þær hafi verið að díla við þetta, hafi kannski vantað svolítið, einmitt hún talar um þetta, svo okkur vantaði kannski bara, okkur vantaði svolítið svona orðin til þess að og bara, þú veist, vitneskuna og hún sagði á með því next stars hún segir svona, hún veit ekki sko hversu present my transness was in the background of my brain as we were writing The Matrix. Þannig að eins og ég kom inn á áðan með hennan varnagla, þú veist, sumt bara eitthvað, þú veist, getur hún kannski ekki alveg sagt bara já, þetta var transpæling frá upphafi en með annað segir hún bara já, þú veist, þetta er bara allegória fyrir þetta. It all came from the same sort of fire that I'm talking about. Og we were existing in a space where the words did not exist. So we were always living in a world of imagination. Sem tengist þessu með spunaspilin og skáldskapin og hérna allt þetta. Já. Þannig að eitthvað dagsins The Matrix er táksaga eða allegória yfir það að vera trans. Og rauðapillan ekki það sem að rauðapillan og heimurinn, hinn raunverulegi heimur sem maður sér þegar maður tekur rauðapilluna ekki heimurinn sem að manusfyrið hefur reynt að halda fram. Einmitt. Þá er áhvert að fá viðbröð úr þeim heimi. Já. Við kannski reynum það. Já. Svona fyrir næsta þátt. Eitthvað meira um þetta? Nei, þetta var bara það var skemmtilegt. Ekki. Jó. Hendum okkur í... Ég til í trúna núna. Já, gerum það. Nú fara 2 kallar á trúnó. Já, ég er svolítið gleyminn sko. Ég var að spyrja Hauk hvort ég hefði nokkuð sagt honum eina sögu hérna. Það var ekki sagt mér. Nei. En þú sagðir þess að daginn hann. Nei, það kom í ljós. Ég veit ekki hver fjandinn einhver sagði samt að kannaðist við þessa sögu. Það gæti hafa verið hlustandi í Hjónvarpsins. Nei, það meikar ekki heldur. Herðu, trúnó dagsins hérna skal ég segja saga úr eða ég að segja saga af hátindi kallmennskunar. Þegar að kallmennskunar með stóru kái. Já, eða litlu, ég reyndi alltaf að nota lítið sko en kallmennskunar samfélagsmiðils sko nú var ég í nokkur ár svona frekar
mikið að gaggrina kallmennsku hugmyndir og svona já, tókundi gaggrinni á hérna, og tókundi með þólundum og gaggrindi gerendur, var rosa lítið samt í því að vaða í persónur lengi vel. Þá fór ég bara hérna svona almennt í málefni en aflaði mér mikillega óvinsælda meðal meðal hérna kollega og meðal, ég ætla að segja dæmdra og myndra óbildismanna og bara þekktra óbildismanna sem að keftust við einhvern veginn að útúða mér víða en sko það er eitt og ég meina það var alls konar sagt í kommentarkerfum og ég fekk skilaboð og hótanir og þú veist það var komið upp að mér hér og þar og bara alls konar en það var eitt sem að gerðist sem að sko það er eiginlega ennþá ótrúlegt að hugsa til þess að þetta hafi verið gert og ég bara þegar ég rifið upp núna þá er ég bara þetta var í alvegnu bara gert það var semst þannig að það var einhver nafnlaus Twitter aðgangur sem að var mikið búin að vera að, ég man það ekki alveg en drulla svona yfir einhverja feminista og segja alls konar eitthvað viðbjóð og eitthvað og svo kemur það er eitthvað svona drulla yfir mig og svo kemur eitthvað svona og þú veist það er fullt af fólki eitthvað taggað í þetta eitthvað hvað segir núna akkur heyrist ekkert í ykkur núna og taggar mig og fleiri og með þessu er sem sagt skjáskot af einhverjum svona skrifuðum texta, þetta voru nokkur tweet til að byrja með var þetta bara svona skjáskot eins og af, þú veist, ég veit ekki, notes eða einhverju það sem að átti að vera frásögn frá mannesku sem að átti að hafa verið að tala reynslu sína af mér og hvernig ég hefði eldirhelt þessa mannesku árið 2007-2008 Mann eftir þessu? Jú, þetta kom síðan í fjölmiðlum sko en þarna, þegar þetta kemur út byrjar sem skjáskot í tvíti frá nafnlausum aðgangi Já, okay. En fer á svakalega dreifingu á Twitter og alveg það mikla dreifingu að ég semst þarna vinn ég bara við það að flytja fyrirlesning, ég man ekki hvað árið er og átti að fara í eitthvað foreldrafélag og ég fæ bara mail eitthvað svona foreldrafélag hefur tekur afstöðu með þolendum og við sjáum okkur ekki fært að fá þau til okkar með fyrirlestur. Nei? Jú. Já, ok. Og ég svona kom þetta í fjölmiðlum með það? Nei, okay. Ég sagði ekkert frá þessu sko. Nei, ég hef gert þetta. Nei, og þetta var eina sem var afbókað sko. Ok. En ég alveg svona ok, og ég bara þú veist, þannig að tala að þetta er bara á Twitter lítill aðgangur, samt mikil dreifing hjá kollegum okkar sem að náttúrulega hossa sér við þessu að loksins er búið að koma upp hennan eldirhellu óbildsmenn sem að ég á að vera og einhvern veginn fer til þessa foreldrafélag sem að bara afbókar og ég svona, fyrst er ég bara eitthvað svona, ég segi ekki brjálaður en ég svona, býtu hvað er að gerast þarna og tala þetta bara við svona, mína kollega ekki okkar kollega, heldur svona mitt fólk og þær, vingurum mínar, þær segja þetta er bara frábært ef að foreldra, eitthvað random foreldrafélag út í bæ bara fyrir að taka afstuð með þolendum á þess að vita nokkuð það er bara frábært, það er frábæra fréttir það er merki einhvern árangur og ég er svona, ok, það er eitthvað sjónum í þessu en þarna er ekki þolandi og þetta er náttúrulega algjör klemma af því að þarna er nafnlaus Twitter-agangur með nafnlausa frásögn og ef ég myndi snerta á þessu þá er þetta orðið fjölmiðlamátur leið og ég fer að neita fyrir þetta fjallum með tekstar, þá er þetta orðið fjölmiðlamátur og þá er ég bara orðin eins og allir aðrir myndir gerendur sem að neita fyrir það sem er sagt þá þannig að ég er svona, ok, ég ætla bara að reyna að hunsa þetta það hafi ekki verið hugmyndin? Örugglega og ég er svona, ok, ég ætla bara að hunsa þetta og hvort ég hafi hunsað þetta bara í 10 daga eða eitthvað, ég man það ekki ég ætla hana bara að leta þetta algjörlega eiga sig og það var enginn sem snerta á þessu það voru enginn fjölmiðl sem snerta á þessu fyrr en að þessi nafnlausi Twitter-agangur sýnir meint, ég ætla að segja
ok, þetta var semst falsað, það mun komið ljós, ég mun útskýra hvernig ég veit það fyrir utan það, ég veit að þú veist, þetta er ekki satt en ég gat sem betur fyrir sínt fram á það að hérna, þá sem sagt var búið til skilaboð þar sem að ég átti það var semst búið að falsa, það var semst búið að búa til mynda mér, svona eins og ég sé að senda skilaboð í bara, hvað Messenger eða? Já, á Messenger Ok. að ég sé að senda á þessa mannesku og hóta henni fyrir að segja frá Ok. þú veist, þetta er svo bilað sko Já. og þá Voru myndir, ég man ekki nú vel, voru myndir af þér og Messenger Já. og Þetta hinum aðlanum og... Nei, það var nefnilega ekki mynd Nú, af ok. hinum aðalanum sko. Sko, ok, þannig að það kemur bara eins og ég sé að skrifa eða senda Já. og, hérna, og þetta fyrir inn eitthvað, herru, hann er farin að hóta en Að það þólanda hafi rauninni verið að gerast á þeim tíma Já. En þá er þögn nema svona sólarhring 2 eftir að þetta kemur út þessi skilaboð að þá ringir hann að Magga Frikk Fjölmiðla kona ringir í mig Sæll Þorsteinn, eitthvað, Margrét Friðsdóttir heiti ég blaðakona og hérna, eitthvað hvað heitir þetta, eitthvað, frétta, eitthvað Fréttin? Fréttin Já. Jú. Heyrðu, það er hérna, ég er komin í sambandi hérna við þolendur þína, eitthvað svona og ég Þolendur? Já, Ok. og ég er svona, já, ok og hvað segirðu, eitthvað svona og er eitthvað að spyrja mig og ég bara svona eitthvað humma þetta frá mér og spyrja hann át í hvað þetta sé og svona Já. og svo skrifur hún þetta frétt og eitthvað og ég er svona, já, er þetta núna orðið fjölmiðlamaður? En svaraðir eitthvað svona on record eða? Ég man ekki, ég sagði bara, ég veit ekkert þetta, hvað er þetta að tala um? Ok. Bara kannaðist ekki við þetta, sko. Já. Og hérna, allavega, svo bara skrifur hann eitthvað langa ítalega frétt og hérna, og ennþá er engin mainstream fjölmiðl sem fjallar um þetta. Ekki einu sinni okkar besti blaðamaður, Jakob Bjarnar á Vísi og ekki einu sinni DFF. Hann hefur nú verið í sumarfrí. Nei, ég held að hann hafi sko, að því að þetta var svona og ég meina, og ég veit það eftir á að því að þrátt fyrir að bara til dæmis, ég ætla að nefna það núna til dæmis að því að ég rakst nú stundum á Frosta Logason í ræktinni og þú veist, ég hef oft spjallað við hann og eitt skipti spjallaði við hann og að því að hann var einn af þeim sem að retweetu þessu og þetta gerist eitt um hann að setna og ég segi, þú veist, akkur í fjandanum ert þú samt að dreifa þessu, af því að hann var að hlæja þessu, hann var að setja það svo fáranlegt og ég segi, já, en akkur er þú að gefa þessu eitthvað lögmæti með því að dreifa þessu, hvað ert að reyna eitthvað svona. Var hann að hlæja að Margréti Frikka þá? Já, eða bara að því hvað þetta var fáranlegt en auðvitað var hann að gefa þessu lögmæti með því að dreifa þessu, sko en allavega, hann er svona stundum. En segir nú samt ýmislegt hvaða ferðalag þessi maður er búin að fara í síðan, sko. Já. En allavega, nei. Ég held að hann hefði ekki tekið upp, ég held í dag, ef þetta kemur í dag, þá myndi hann skrifa undir að þetta var allt saman satt og rétt og Magga Frikka væri bara með góða blaðamennsku Já, heldur það? Alveg bara fóttið, það held ég. Já, ég veit það ekki, sko, en allavega hann... að tala með það Jakob Bjarnar, sko. Já. Ég tók eftir því bara daginn, svona ósálrátt, svona, hvað ég segi ekki ósálrátt, svona áttaði mig á því, bara eitthvað, mér finnst fréttir hafi verið bara svona aðeins eðlilegri, bara þegar að lesa Vísi og eitthvað, mér finnst hafi verið aðeins minna af einhverju svona sturluðum skoðanapistlum í dulbúningi frétta og ég fór eitthvað að leggja saman 2 og 2 og fór svona að skoða bara nýjustu fréttir eitthvað. Jakob Bjarnar var hvergi. Ég fekk útskýring á því. Já, ég líka. Fór í bakinn og þetta var í spengingu. Það var í burti marga mánuði. Það bara var svona breath of fresh air í íslenskum fjölmiðlum. Það var ótrúlega tími. Svo tók maður eftir því að hann mættur aftur. Já, bara leið. Þá byrjaði hann. Þá bara af allt í henni býtu, með skoðanapistlana sína. Já. Þetta er skrítið fréttmaður. Jakob Bjarnar, hann er mættur. Hældi því að fólk bara hér og þar hafi verið bara eitthvað, þetta er bara þægilegra fjölmiðlaumhverfi. Hvað ætla sé í gangi? Nei, þetta er galið, sko, það er galið. En allavega, hann er allavega með það eitthvað prinsipatna í myndu blaðamennskunni sinni að hann gat ekki fundið neina heimildamenn. Hann gat ekki fundið neitt og bara enginn gat það. Frosti Logason, hann sagði við mig og játaði, ég skal alveg játa að hlakkaði í mér þegar ég sá þetta
og ég reyndi eins og ég gat að komast að því hver var á bakvið þetta ég reyndi eins og ég gat og honum tókst það ekki okay. Hann segir ekki, ég náttúrulega grunaði hann að hafa búið þetta til sko, hann að ég veit það ekki og hérna allavega, ég veit ekki enn þann dag hver gerir þetta, allavega síðan ég eitthvað svona að tala við félaga minn og segi bara, herru, þetta búið að eskaletast, það bara verið að hérna, þú veist, Magga Frikka ringi mig og það búið að falsa hérna skilaboð fyrir að segja ég sé að hóta þolendum og síni skjáskotið og ég semst að tala á Messenger við hann félaga minn og hann segi, byttu, ef þetta var að skilaboðin sem þú varst að senda og ég svona, já, sérðu, hérna eitthvað. Og hann eitthvað, herðu, þetta ekki eins og að því að þetta var nákvæmlega saman prófílmyndin og ég með þannig að þetta var bara mjög nýtt nema hvað hann segir, herðu, þetta ekki svona, myndin kemur ekki svona þegar þú ert að senda mig skilaboð og ég svona, hvað áttu við? Að því ég gæti ekki séð það og hann sendi mig skjáskot af því og þá sem sagt, og þetta bjargaði sennilega lífi mínu og mannorði tímabundið að daga vegna þess að sem sagt, hérna já, einmitt það var semst í þessu myndu skilabóð sem ég átti að hafa sent þá var svo lélegt kropp á myndina mér að í staðin fyrir að eins og prófílmyndin þá einhvern veginn sést ekki niður fyrir brjóstkassa eða eitthvað nema á þessari fölsuðu mynd að þá sést alveg niður á maga þú veist, þetta var bara svona mjög obvious þegar maður gætt búið þetta saman Súmmið allt öru í sig það var semst kroppað of stutt inn eða eitthvað svona þannig að það var greinlega bara tekin mynd af mér á þú veist, prófílmyndina sett hana í ringform og sett inn í svona eitthvað En þá veist allavega að þetta var einhver sem að þú hefur aldrei sendt skilaboð á Messenger Já Nei ekki Já, allavega ekki með þá mynd Þá hefði hann notað Já, jú, nýja myndin uppfærist Já, mitt Jú, herðu, það þetta góða punktur Ég var ekki múin að tengja Allavega, þannig að ég svona ok, herðu, þarna er komin gögn Þarna er komin staðfesting á því að þetta ekki ég Þetta er eitthvað sem gengur ekki upp Já, og þá svara ég þessu Þá ger ég post á kallmennskuna og segi eitthvað svona ég man ekki hvað ég sagði og að útskýra þetta og þetta fyrir náttúrulega þá í alla fjölmiðla og Þorsteinn neitar fyrir að vera eldirhellir og eitthvað svona en allavega með gögn og hérna, en þú veist en pældu samt í því bara það einhverjan úti ennþá, ekki nema hann sé dauður ég veit ekkert það sem að sko hatar mig og það mikið illa við mig að hann tilbúin til þess að ljúga upp á mig ofbeldi Gæti þetta hafi verið Jakob Bjarnar Nei, glætan sko og hérna og sko það og með þess að Frosti var með kenningu sko hann var með kenningu að Magga Frikka hefði verið plötuð að því hún sagðist að það hefði verið í samskipti við þolendur Sko það sem ég man eftir þessu þetta að þetta átti að verið einhver stelpaða kona af þú veist, maður ekki hvort það var Litáen eða þetta erlendum uppruna og það er það sem ég man og hitt sem ég man var hvort það hafi ekki komið einhvern veginn í ljós að nú alltaf þekkjustu bara ekkert á þessu tíma það var aldrei talað við þig þannig að mögulega sendi ég þetta að sko hvort það ekki rétt sem það kom einhvern veginn í ljós að hún hafði í rauninni ekki haft samband við alvöru mannesku hún hefur verið að hafa samband heimildamaðurinnar var ekki alvöru manneski að heldur ykkur falskur aðgangur á Twitter sem að hún fekk upplýsingarnar frá sko, í símtalinu við mig segist hún hafa átt samskipti við þolendur mína fullir þá, ég segi já ertu semst að tala við mannesku eitthvað svona, hún eitthvað já, ég hef búin að eitthvað og hérna, og þú veist ég íhugaði alveg að því að síðan bara, ég man ekki hvort að ég skrifaði henni eða hvort að hreinlega ég baði einhvern að tala við hana þú veist, eitthvað að hérna, að þá semst neita hún að gefa nokkuð upp heimildamennina og hérna sem hefði náttúrulega verið eðlilegt já, eðlilega en saðist vera tilbúin til þess ef að það væri lögð fram kæra eða eitthvað svona og ég hugsaði alveg alveglega að bara kæra þetta en það þetta ekkit smá en ég hugsaði að það myndi
ég myndi aldrei græða neitt á því ég myndi alltaf tapa á því bæði fjárhagslega og bara orðsporslega og svo framvegis þannig ég bara svona letið að slæta en en já, þetta er ég man ekki hvar að fara að þetta er bara svo galið sko. Þú ert að fara ég er að fara eitthvað með þessu þetta var hjátúr já, ég var á leiðin eitthvað Hjátúr, nýtt íslenskt orð Hjátúr Já. Hjádúr Ha, Hjá leið útúrdúr Útúrdúr Já. Hjátúr Ok. Hjátúr Allavega Hjáturinn lengi lífið Já, allavega þetta var sem sagt sagan af því þegar það var reynd að cancela mér Já. í fyrsta skipti En tókst miklu setna á allt annan hátt Ég ætla að segja mér tókst að cancela mér mér tókst að cancela mér sjálfur ég sá það Sko Þetta er heldur langt síðan Hvenær heldur, var þetta svona 18? Nei, 20? þetta er 22? Já, þetta er 21 Er það? Já, ok. jafnvel 20, ég man það ekki okay. Þannig þetta eru kannski 5 ára eða eitthvað En Ég er alltaf að hafa því sko Þú veist að ég myndi eftir þessu úr fjölmiðlum sko En ég var búinn að sjá tweetið sko Þetta var þegar ég var einna mest á Twitter Ég bara, hvað er í gangi? Og svo kom ekkert út úr þessu Ég bara, hvað? Og svo fannst mér einhvern veginn þegar að Magga Frikka var með þetta á blogginu sínu afsakið fjölmiðlinu sínum þá var eitthvað svona, já ok þetta er sérst í alvörinu bara hvað kæfta það er að fyrsta sem ég hugsa Nei, ég meina, en mér fannst það alveg ótrúlega merkilegt að þú veist, því að á þessum tíma sérstaklega það var svo mikil hávær gagnrýni frá til dæmis bara fólki á fjölmiðla og svona ábyrgðleysi fjölmiðla og hvers konar fjölmiðlun er í gangi og svona en þú veist, að því að ég ætlaði líka að útskýra aðeins meira með þessa myndu frásögn sko meira sem meikar ekki sens í þessu en að það er bara að finna að því ég vissi þetta var ekki neitt og finna að fjölmiðla voru ekki að tala bara eitthvað slúður mér fannst það traustvekjandi að Vísir, DFF allir þessi stærstu miðlar það var enginn sem talaði þetta af því að enginn fann neitt heimildamann, skilur það var ekkert, en já, semst þetta átti að hafa gerst 2007, 2008 og þetta átti að hafa verið semst ég átti að hafa eldirhelt þessa stelpu frá miðbænum og eldirhelt hann allaleg í Keflavík, eitthvað svona ok, það er tvennt bara svona Átti þetta að hafa verið bara einn atburður ég veit það ekki, en eins og ég skildi þetta Heitir það að vera eldirhellir? Ég bara, þú veist, mér minnir þetta hafi verið eitthvað svona átt að hafa gerst á djamminu eitthvað og ég hafi verið eitthvað eldirhellana og eldana út allt og eldanandi Keflavíkur og stöðut áritana Hún hafi búið, eins og ég man þetta, hún hafi búið á landinu þá en núna byggjum í X-landi Lettlandi eða Litáin sem var svona ástæðan fyrir að það er erfitt að ná í hana Allavega, sko, árið 2007 í desember 2007, þá hætti ég að drekka þannig að ég bara var ekkert á djamminu þannig að það meikar ekki sens að þetta hafi verið eftir desember 2007 þannig að það er bara út úr myndinni þú veist, ég var ekki nýri bæ og þá varst þú bara í Jesú og og bara blússandi bara var bara í hreinsunar átaki bara í skrefunum spórunum og bara svona gera upp mína fortíð og bara átti ekki samskipti við kvenfólk og bara í alveg, þetta var bara þannig þetta var bara hreinsunar eldur hana í 1,5-2 ára eða eitthvað ok, segjum þetta hafi þá átt að hafa gerst hana fyrir desember 2007 segjum það náði hana janúar 2007 fram í eitthvað þá var ég að djamma mjög mikið og fór í bæinn og eitthvað svona nema allir sem þekkja mig og ég sjálfur vita það hvernig ég var á djamminu ég hefði aldrei haft rænu á því að eldirella einhvern á djamminu því að ég var bara út allt á öllum skemmtistöðum og þú veist, og svo var ég bara, þú veist ég fór ekkert úr bænum fyrir en bara ég fór heim til mín svona kannski 7-8 leitið og svona hvað ég segja ef að, þú veist, já maður svona fór stundum á one night stand sem að ég er óskiljanlegt að einhver hafi viljað að þá hafði ég ekki þolum að ég eldast neitt við það sko annarkvort bara var það eða ekki
þá bara ekki til, nei ok, bæ fyrir eitthvað annað sko. Þannig að ég bara í alveg það ekki tímt að fara af djammunu eða það hefði ekki eitthvað 100% verið í boði. Nei, glimtu því bara í alveg þannig að, og svo er annað sem að, þú veist, þannig að þetta er út úr karakter að ég hef reynt farið eitthvað og hvernig í veröldinni hefði ég líka átt að gera það að elda eitthvað, þú veist, þangað allavega, annað ég hef sko eiginlega bara þangað til að ég verð sko fertugur, þá hef ég verið með logandi hræðslu við það að tala ensku. Ég bara hef alltaf komið mér undan því að tala ensku. Þegar ég vann hérna í félagsmiðstöðunum til 2018 og það var svona eitthvað fólk okkur með heims og hún vildi fá að vita starfið, ég skil alveg ensku, ég kann alveg að bjarga mér eða kunni, þá fekk ég alltaf einhvern annan í það. Ég bara talaði ekki ensku. Þannig að það árið 2007 hef ég farið að elda einhverja stelpu og tala við hana ensku. Það líka meikar ekkert sens. Voru samskiptin á fölsku skjáskótunum á ensku? Já. Já. Þú veist, þannig að það er svona, já, það er náttúrulega þrennt í þessu sem að svona, já ok, það eru ein gögn, það er hérna fölsuður skilabóðin og hérna ósamkomið og síðan bara hvað þetta er, hérna, það meikar ekkert sens, hérna, fyrir minn karakter að hafa farið að elda eitthvað til Keflavíkur og hvað þá? Ég myndi samt sko eitthvað ná ensku. Sko þessi afsökun er samt pínu eitthvað, hérna, nú er ekki að gera lítið úr eða rengja, en þetta er pínu svona eitthvað, já, hann frændi minn, hann myndi aldrei bla 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 bla, þetta er pínu þannig. En það sagði ég þetta aldrei. Ég myndi miklu frekar horfa í það, bara eitthvað, ef þú ert alltaf hauslaus niður í bæ, hvernig ertu að fara að komast til Keflavíkur? Ertu að fara að splæsa í 50 konar leigubíl til þess að elda einhverja konu? Nei, þess vegna sagði ég þetta aldrei neinstaðar, skilurðu, af því að þetta er ekki relevant. En svona eftir að þá get ég alveg talað um þetta, að þetta er algjörlega út úr kú, fyrir utan það sem ég gat bent á og sýnt fram á. En já, svo hérna þegar svona fjölmiðlar fóru að fjalla um það að ég hefði sýnt þannig fram á að þetta væri falsað, þá bara skyndilega delítaðist þessi Twitter-account og hvarf. Ég hef aldrei séð hann aftur sko. Ég nefnilega var að kanna hvort að það væri hægt að kæra og rekja og komst að því að það er ansi erfitt. Það er ekki ómögulegt. Nei, en það er hægt. Það er ansi snúið. Ég hef nefnilega, það er eitt sem ég get ekki sagt frá en ég hef talað um það áður. Það er nefnilega lögreglumál. Og það tengist líka nafnlausum aðgangi á Twitter og ýmsu sem ég get ekki alveg sagt frá. En viðkomandi endaði á að senda mér engaskilaboð. Undir nafni? Nei. Af þessum falska account. Biðjast innilega afsökunar. Segjast sjá mjög mikið eftir þessu, sína iðrun. Segjast ætla að hafa aðgangin opinn í eitthvað, mann ekki, x daga þangað til að hann var í vissum að ég var búin að sjá skilaboðin og myndi síðan eðanum. Og svo eitt hann nokkrum dögum senna. En þá var einmitt þá sem sagt var lögreglan, ég veit ekki hvort það sé ennþá eitthvað ongoing eða verið að kíkja á þetta öðru kúru eða ég veit ekki hvort það sé bara búið þetta alveg niður eða hvað, en þá var lögreglan sem sagt að reyna að rekja. Fór hún í það? Já, þetta var alveg alvarlegt sko og reyna að finna, þú veist það er hægt að finna sko e-mail kannski sem var notað til þess að skrá, byrja aðganginn eða senda upplýsingar á eitthvað svona. En svo náttúrulega, þú veist, fólk sem einlegan brotavilja, einbeittan brotavilja, það náttúrulega býr þá bara til eitthvað bull e-mail og bull símanúmer og segistur í bull landi og tekur þetta leið sko. Já. En kannski kemur einhvern tímann eitthvað út úr þessu. Já. Áhugavert. Líklega ekki svo. Líklega ekki, en vákvaða, ég veit ekki eins og hvort ég myndi vilja vita hver var á bakvið þetta. Nei. Og líklega er það bara eitthvað sem þú veist ekkert hver er, hvort þið er. Nei, mitt. Og bara, ég myndi kannski vilja vita bara af hverju og af hverju að ganga svona langt. Þú veist, bara í alvörunni. En þetta náttúrulega líka kannski dróð fram að það er ekki þannig að það sé bara hægt að bulla einhverja sögu einhvern og það verði bara allt brjálað.
Ég held að það hafi líka pínu sýnt fram á það að, ég meina, þegar þolendur voru að segja frá og voru vendaðir, að þá voru, þú veist, og ég veit það bara hvernig til dæmis Edda vann og Öfgar og fleiri, þá voru þær, ef að þær bökkuðu eitthvað upp, þá voru þær búin að vera í samskiptum við þolanda. Já. Alveg eins og þegar Öfgar nafngreindu knattspyrnumenn. Og ekki nafnlausan aðgang, heldur alvörunni þolanda. Já. Ef að þolendur stigi ekki sjálfi fram að sögðu frá og voru nafnvendaðir og Öfgar eða þetta eitthvað svona, tekur þetta, að þá voru þær samt með gögn og staðfestingu, þú veist svona first-handedly. Þannig að og það kannski munurinn á að það sé bara hægt að segja hvað sem og cancel öllum fyrir ekki neitt, sko. Ég held að fólk hafi kannski smálært það líka. Já. En samt ekki. Þessar kettlingar sé ekki alltaf bara að búa til einhverja sögur til þess að taka einhvern að lífi og mannorð þeirra. En svo reyndar eru við komin náttúrulega með fræga fótboltamaninn Albert Guðmundsson sem var náttúrulega kærður og fyrir dóm og hann endar þegar hann sýknaður sem sagt, sýknaður, ég skil endur ekki ennþá hvernig það fór, því að var þetta ekki Hæstarétti eða Landsrétti? Ég fylgst ekki nóg vel með Nei, þetta var áfríðað heldur til Landsréttar. Var þetta ekki látið niður falla? Nei, sem sagt, þetta endar með sem sagt sýknu, hann sýknaður, en það eru 3 dómarar í Landsrétti sem að þeir eru allir ósammála. Sem sagt, einn segir hann er saklaus, annar segir að hann er segur en samt saklaus eitthvað og þriðji segir að hann sé bara bullandi segur og eitthvað fleð og gagnrýni hérastómi eitthvað, allavega þetta var eitthvað svona fáránlega absúrt steikt og hann, Albert, eftir að þetta er komið niðurstöðan kemur, hann hefur sýknaður hann var ekki fundinn segur þetta kynferðisbrot gegn þessum þolanda sem að kæra hann sem að lendir síðan verður að ákæru það sem það er talið líklegt til sakfellingar þetta er bara, við erum alveg að tala um það þetta var ekki svona rannsókn látinni falla þá segir hann að hann voni að alvöru þolendur eitthvað bara holy shit sko en nóg það alltaf í boltanum drullu ferskur djöfull væri gaman að geta hringt í sko hópin okkar bara tekið grúpkól spjallhópin? Já, hvað sagði ég? Já, þú sér hópin, ég var bara að fatta hvað hóp umræðahópurinn sko að geta heyrt í þeim, bara einhverjum bara núna? Já, að því að þau væri að hlusta skilur en þau eru það ekkert við getum kannski verið með live inn á grúppuna Já, að fara að hlustanda svona live auka þátt Það er komið að hlustanda dagsins. Erum komið með Gísla fannst þetta eitthvað kommersial. Já, ég veit ekki. Mér finnst það bara nett sko. Ég veit ekki hvað mér finnst þetta sko. Mér finnst það bæði nett og fyndið. Svona bæði. Já, hvað ertu með þannig fyrir mig okkur? Fyrir mig okkur? Mjokkur? Þannig að lesa þetta upphátt. Sko, ég lenti í fyrsta skipti að ég skildi ekki skriftina mína. Það var eitt orð sem ég bara skildi ekki, en núna er ég búin að fatta hvað. Ok. Já, ok. Finnst þetta leiðilegt? Ég veit ekki, já. Segði það bara í andlit á hverri? Maríu, Eldey. Aldeyju. Aldey? Eldeyju. Eldey. Maríu, Eldeyju. Sko, hvernig fær mann sér sálfræðing í dag? Hvað er best að hafa í huga? Hvað kostar svona? Já. Þetta er náttúrulega. Vildi María bara gera þetta undir nafni? Vissum það? Það skrifa nafnið sitt undir, sko. Já, ok. Og hún hlýtur að axla ábyrgð. Gefum okkur að hún sé hún, en allavega, 5 mínútur eru sko. Hún er hún, ég get staðvist það. Herðu, það eru 5 mínútur. Hvernig fær mann sér sálfræðing? Hvað er best að hafa í huga? Hvað kostar svona? Ok. Það kostar 20 og 4.000 krónur og upp úr. Já, sko, ég held að eitt skipti. Já, ég held að sem sagt, já þetta er, ég held að standardin sé 24 í dag 20-28 sá ég einhverstað. Já, og ég held að það make sense sko.
Hvernig finnum maður sér sálfræðing? En að kannski ágætt hafa í huga að það er hellingur af stéttarfélögum sem að styrkja Já. og hérna, þannig að ef fólk er að borga í stéttarfélög og svoleiðis, þú veist, þá ætti hann að geta sloppið tölvöld betur sko. Já, ég jafnvel einhver á fría x tíma á ári eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, ég er sko í KÍ og ég held að ég fóði 3 tíma á ári. Já, ok. Fyrstu 3 án kostnaðar. Já, ég endur greitt sko. Já, ok. En sko ég er ekki dýninu stéttarfélagi sko. Nei, ég vinn bara hjá fyrirtæki sem er ömurlegt við mig sko. Sjálfum þér? Já. Þegar ég vann hjá sjálfum mér þá var þetta helviti dýrt líka. Já. Ég var ekki stéttarfélagi sko. Maður hefði getað gert það samt. Þannig að það er svarað við einnig spurningunni. Hvernig færðu þér sálfræðing? Já. Þú hefur samband við hann. Já, en sko En að velja sálfræðing, Já. það er sannlega spurningin sko. Já. Og hvað er best að við huga? Já. Það er trikk í sétt sko. Já, þú þarft eiginlega pínu að vita hvað er í fjandanum að þér. Þú veist, hvað er að þér? Þú veist, hvað þú vilt vinna með. Eða hvernig viltu leysa það sem í fjandanum er að þér? Já, að því að sko sálfræðingar taka það yfirleitt fram hvað þeir eru að gera, þú veist, hvernig þeir vinna. Og þú veist, sumir eru með þú veist, svona atvilsmótaðir, aðrir eru áfallamiðaðir og eitthvað svona. Þannig að ég mæli með að skoða sérhæfinguna. Já, sumir sérhæfa sig áföllum í æsku, sumir sérhæfa sig í einhver allt öðru. Já. Þannig að það er ágætt að huga svona einhvers konar sérhæfingu. Bara eins og þegar maður er að velja sér tannlækni, þú veist að þú ert að fara í tannréttingu, þá viltu fara í einhvern sem er sérfræðingur í einhverju þannig líklega en ekki barnatannlæknis. Þeir eru reyndar held ég bestir sko. Aha. Já, en já. Og svo sko ég veit ekki, ég held að fólk finni sér ekkit endilega sinn sálfræðing endilega í fyrstu tilraun sko. Og það þarf mögulega að prófa annan og sumir eru ekki með nógu góða reynslu af sálfræðingi að þau fíluðu ekki alveg fyrsta sálfræðingin sem að þau fóru til og þá halda þeir að sálfræðingar séu bara kannski ekki droslega góðir. Já, eða að það því að þessi eini fittaði ekki fyrir þig Já, það er mikill misskilningur dæmi held ég sko. Já, það er mikill misskilningur. Nú hef ég farið til ég ætla að segja bara allmargra sálfræðinga og verið hjá nokkrum lengur en þú veist 10 skipti og þeir allir hjálpuðu mér á sín hátt en mjög ólíkan hátt og og einmitt það er mjög kannski mikil mýta að eitthvað, ég er búin að prófa að fara til sálfræðings þú veist, það er bara eins og ég er búin að prófa að tala um mannesku þú veist, þá bara bara nenni ekki að tala um mannesku þú veist, þetta er sko alveg bara, þetta er algjört spektrum og þessi svona mennski þáttur er risastór í þessu, ég meina ég veit það því að nú er ég giftur sálfræðingi að meðferðasambandið það er eitt af það sem er lagt höfuðáherslu á bara það sé tengsl þú veist, að þið séu þennan tengja sem ég þekki úr bara allt öðru dæmi með ritstjóra samband við höfund sko. Stundum er fólk bara ekki að tengja og stundum þú veist, er viðkomandi ritstjóri bara ekkert góður fyrir þig og þú veist, þetta á sérstaklega við erum að tala um eitthvað bara svona mjög innlagt og innilegt og sannsögulegt jafnvel og eitthvað svona, þú veist, þá þarf að vera samband en þetta er náttúrulega, allt öðru þessi samband einmitt. Þannig að það skiptir máli hvernig þú tengir við manneskjuna, hvernig þú tengir við sálfræðingin sko. Já, en ég held að það, þú veist, ef þú getur ekki fengið meðmæli eða eitthvað svona, að þá myndi ég segja að væri langt best að einmitt lesa sérhæfinguna, vita sirka hvað þú vilt fá út úr þessu af því að það er ekki þannig að nú er ég mættur til sálfræðings, lagaði mig, eitthvað svona heldur þú er svona, ok spyrja fólki kringu sig sem að veita hefur farið til sálfræðings hvaða sálfræðinga það fílaði þetta er svolítið, ég held að þetta sé bara þess að finna sér tala henni ég held að það sé flóknara eðlismunur, stigsmunur en ekki eðlismunur komist ekki lengra með veistu góðan tannlækni? Ég er að reyna að finna með tannlækni. Já, veistu hvað ég gerði? Mér vantaði tannlæknina því að tannlæknir minn flutti sem sagt af tannlæknastofunni sem ég bara fór á. Þú vildi verið tannlæknastofunni, sömu tannlæknastofunni. Já, ég nenni ekki að fara til Hafnarfjarðar sko, til þess að fara til tannlæknis. Nú er ég aftur að lendi því að ég man ekki hvort þú ert búin að segja mér þetta í podcastinu eða hvort þú ert búin að segja mér þetta. Ég legg til að við hættum alveg að hittast nema hér í podcastinu. Eða, ef að við munum þetta ekki hversu líklegt er að einhver annar muni þetta?
Er það líklegt? Já, veist, ef einhver hefur hlustað á þetta í podcasti þá man hann að þegar þú byrjar, já, hann er búin að segja þetta en ég man ekki hvort þú sagði þetta í podcastinu eða hvort þú segði mér þetta eitthvað annar stað Nei, ég man það ekki Nei. En allavega, ég ætlaði samt að segja þetta Já. að þannig að ég bara fór bara, herru, get ég fengið næsta lausa tíma hjá einhverjum tannlækni á þessari tannlæknastofu Svo bara hitti ég einhverja konu og hún var bara geggið bara frábær Varstu hjá tannlæknir henni núna? Já, veist, ég fór fyrir einhverjum mánuðum og svo fer ég aftur eftir, þú veist, ársmillibili Já, ég fæ nafnið á hana eftir Heldur þú að ég muni nafnið á henni? Hlýtur að vita hvar talanastofan er Já, ég veit það Já, flott En ég veit ekki hvað hún heitir, það eru fullt af tannlæknum hana Nei, manst ekkert hvað þessar konur heita Nei, hvernig ná ég að muni einhver nöfn á einhverjum kettling? Sko, hvenar mun þetta snúast í höndunum á okkur þegar við förum að Ég er að hugsa bara, akkur er ekki einhver kollegi búin að taka klippu af okkur Já. að segja eitthvað svona fáránlegt Já. Ég hef aldrei segja Ég held að segja bara að þeir nenni ekki að hlusta á þetta Nei, ég held að þeir séu allir Þeir hlustu, það er rosaleg hlustun á fyrst 2 þættin okkar bara svona uncanny hvað það var að hlusta mikið á þá Já, og svo, það voru kollegar og félagar já og svo bara svona, herru, Herru, og þeir eru bara líka eitthvað að grútast Og líka Björgum Fransdáttin, það kom á óvart Já, það, Já, bara skyrocket hann er laumu vinsæll sko. Já, eins og hann sagði sjálfur hann er vinsall á öllum aldurs hérna þrepum Já. Það er svo merkilegt sko En já Hvað segir þau, ekki bara eitthvað að fara heima að kúra eða? Já, við þurfum að fara að pæla í nýjum aukakalli samt eitthvað Já, veistu hvað, ég var að pæla Já. og kannski bara, þú veist, það er margt til að ræða í grúpun okkar Já, Ég bara veit ekki hvort að það sé endilega góð hugmynd að vera með aukakall það er þannig Já, Ok, af því að af hverju eigum við að vera með einhverja aukakalla hérna? það er bara tveir kallar sem geta máli Nei, þú veist, bara Já, þú veist, af því við erum ekki að taka viðtal Nei, Þú veist, þetta snýst ekki um það Heldur, erum við bara með einhvern aukakall? já, Af hverju fá ekki freka bara einhvern hlustanda með? þá er það aukakall Já, getur verið kona Já, hún getur samt verið kall Nei, kona Konur eru líka kallar Nei, menn, meinti ég Það er ruggla sér stundum Já, ég mitt Það er eitthvað svoleiðis. Já Nei, þú veist, ég bara Ég held ekki, sko, þetta var 40. þátturinn okkar Það er rosalegt Númer 40 Já, Já, já Ég er svona að leita að útgönguleið með hennar þátt Já. Nei, hundur Ha Ég ætla ekki að vera útgönguleg Nei Allir fólk sé hægt að hlusta núna Ef við myndum bara halda svona áfram Já, geðast lengi já Hvað ætla myndu margir vera bara, nei, ég ætla að heyra hvernig er enda Já Þátturinn er basically búinn Já, hann er búinn, við viljum ekki fara að gera neitt meira Við viljum ekki tala um neitt meira Nei, Við getum, ég veit ekki hvort við getum séð Þú veist, hvenær fólk fyrir hættir droppar Ég er að kenna í ferkynnslu og ég get séð það sko Ég get séð nákvæmlega hverjir er að hlusta hérna á þessari myndu, þessari myndu og svo svona hvenær það droppar Já Það verður skemmtilegt að horfa á það Já yfir þetta Ég held að ég geti séð það Já, Tjöfull er spenntur að kíkja á það ef ég geti séð það kíkja á það Ég ætla að lefa mér að giska á að það sé svona 10% Nei, ég myndi giska á að það sé svona 60% ennþá að hlusta Já, með okkur bara Já, við það er bara eigum eitthvað, er þeir ekki að vera þeir náttúrulega sjá það, sko, sjá að þátturinn er 1.16 eða eitthvað Já, þess vegna Og er svo fyndið að, þú veist, núna erum við búin að tala í 2 mínútur aukalega Já, og þau vissu að það væri 2 mínútur eftir já, en þau vissu ekkit fyrir núna já, að við erum ekki að segja neitt nei, þannig að þess vegna kannski mega sens að fólk sé að hlusta alveg já Herðu, ég veit hvað við gerum Já, Við endum þáttinn á mínútu þögn já, og svo bara lagið já. og þá getum við séð, sko var einhver sem hlustaði meiri þess á mínútu þögn Þú veist að ég get sett þögnina bara eftir á sko ég get bara svona Já. geta En ég þá- get haft 5 mínúna þögn En þá vitaðu ekki hvort þetta sé alvörinni þögn eða hvort við sögðum eitthvað Ég veist, ef við ákveðum að verði þögn í mínútu Þetta er Sko, oft hef ég nú sagt að þetta sé ekki gott útvarp en þetta er versta útvarpið hingað til. Herðu, ég ætla nú að segja þér eitt sko að kannt þú þjóðussöngin? Nei,
Nei. Svona línu kannski. Já, ég kann allan þjóðsöngin. Viltu syngja hann fyrir okkur? Nei, Nei. en veistu af hverju? Af því þú varst alltaf í boltanum? Af því að ég var í unglingalandsliðinu og þjóðsöngurinn var spilaði fyrir leiki Já. og að sjálfsögðu lagði ég mig fram að læra þjóðsöngin. Svo getur hreift varennar svona rétt. Já, Já. það var alltaf enginn að horfa á þessu leiki en þjóðsöngur var spilaður og þú veist, maður fylltist þjóðarstolti Já, og ég meina, mér finnst þetta bara basic. og mér varst alveg trillt bara ég fæ alltaf gæsa á þau þegar þjóðsöngurinn er spilaður og maður heyrir í áhöndum á handboltaleikjunum. Leiðinlegasti þjóðsöngur heimsins. Nei, þú veist, þetta er bara svo geðvikt. Frakkar er að syngja bara áður en að þeir mæta bara að slíta af sér keðjur kúunarinnar og bara með blóði drifnar hendur og svo erum við bara eitthvað syngjum eitthvað fucking blóm Smáblóm sem deyr. sem drefst. Já, nei, þetta snýst ekkit textan, Haukur. Þetta snýst stemninguna og kraftin. Ef þetta snýst ekkert textan þá vil ég fá hvað heitir lagið? Besta lag íslenskar tónlistarsögu? Nei. Það heitir hérna Nú er ég ekki þjóðræki maður. Það er Kristín Sálmur. Hare Krishna. Það er stil. Hare Krishna. Gingan gúli gúli.